Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum. Það annar kór sem við ætlum aðeins að heyra og það karlakór Eyjafjarðar. Velkomnir Steingrímur og Páll Eyþór. Takk fyrir. Þið eruð meðlimir í kórnum og bara velkomnir heim líka. Þið voru nú bara að lenda í gærkvöldi. Já, gærdag, svona miðandag. Já. Og rosa fínni ferð, er það ekki? Já, við fórum til... Eða var hún ekkert svo fín? Jú, það var mjög góð. Já. Þetta var í fyrsta skipti sem ég fyrir svona kórfrala og þetta var bara rosa gaman. Við vorum í Cardiff í viku og skoðum okkur þar og sungum í ægilega fallegri kirkju með kór þarna að staðnum sem bara magnað. Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Hvað var þetta stór hópur á ferð? Við vorum 52 sem fóru, það datt nú aðeins upp úr veikita og annað en þetta var mjög góður hópur. Já, í marga daga alveg? Já, og allir mjög þægir og góðir. Ég hef ekki áður farið með hóp sem að hefur ekkert komið upp á, hagað sér svona vel og ekkert komið upp á enga tímasetninga, klikkuð eða neitt. Gaman að segja frá því. Já, ég var mjög ánægður með það og við vorum með mjög góða skipuleggjanda þarna, eldhúsferðir, sáum þetta fyrir okkur. Og það var allt eins og stóðst bara allt. Og kórinn sem þið sungum með, kynntustu þeim eitthvað? Já. Já, við kynntumst honum. Maður komst að því að hann út í Wales, þetta virðist vera kannski svona svolítið svipuð stemming hérna á Íslandi. Þannig að þeir voru búin að syngja saman í kirkjunni, ægilega prúðir og fínir og þá buðu þeir okkur með sér hérna á einhvern svona lokal bar og þeir voru engir eftirbátar okkar Íslendingarna sko í skemmtanahaldinu sko. Og brustuðu þá kannski aftur í söng á knæpunni? Já, má alveg segja það. Maður hafi verið aðeins hátt morgunin eftir sko. Það var alveg þannig. En þið verðið nú búin að jafna ykkur 11. maí, ekki satt? Jú. Af því að þá stendur mikið til. Það er allt klárt þá. Já, þá voru þeir hérna, þá vorum við okkar árlegu vortónleika, verðum við okkar heima við í Laugaborg og hérna tónleikarnir byrja klukkan 8:30. Og við erum hérna með alveg þrjusu prógram. Já, má eitthvað svona leka því, má segja svona aðeins undan og ofan af því? Já, þetta er náttúrulega, við erum búin að vera að syngja undanfarið ótrúlega fjölbreytt. Við náttúrulega í fyrra vorum með Heydal tónleika í Hofi og þannig að það er aðeins úr því og svo duttum við inn í vorum með Gretu Salome og þeim í Halloween Horror Show og vorum þar í rockinu með þeim. Já, og það er eitthvað úr því líka? Tökum aðeins af því. Svo vorum við með, æfðum upp í eitt lag sem er svona velskur námursöngur, mjög skemmtilegur og svo er bara náttúrulega þetta gamla góða íslenska og dægulega og kallakóra líka. Svona alvöru kallakóra lög. Brennið þið vitar eða hvað? Já, ekki næstu. Ekki svona næstu bara við. Það er þarna mjög öflug lög sem að og eitt syngjum við úr Völuspá, texta úr Völuspá. Sem að við jafnvel skiljum ekki ennþá þó við búin að vera að syngja. Frábært. Og hver er aftur kórstjórnandinn ykkar? Það er Guðlaugur Viktorsson. Já. Hann er stjórnandinn okkar og hefur haldið þessu á flotdelfu núna. Já. Og er eitthvað þá band að spila með eða undirleikur á píanó eða hvernig er það? Já, kórinn er alltaf þegar hann kemur, eða alltaf. Oftast þegar hann kemur fram, ég held sig alltaf. Það voru með 4 manna band sem alltaf frá að ég byrjaði í kórnum fyrir nokkrum árum. Þá hefur bandið alltaf spilað með okkur. Þetta er þessi klassísku hljóðfæri bara. Það er píanóið og trommur og bassi og gítar. Já. Þetta er búið að vera frá því að kórinn var stofnaður. Höfum alltaf verið með hljómsveit. Já. Er það ekki meira fjör? Það verður öðruvísi. Okkur finnst það alveg. En er kannski eitt og eitt lag sem er alveg tekið bara án undirleiks? Já, það er... Verður alltaf að vera. Sumt alveg a cappella og ekkert. Þeir eru þarna til taks. Akkúrat. Og ef maður vill nálgast miðana, hvað gerir maður það? Við erum nú svo gamaldags í þessu að það er bara að mæta með seðlana með sér. Það er engin posa á staðnum? Nei, það er bara 3500 kall í seðlum. Og Laugaborg er náttúrulega flottur tónleikasalur. Já, frábært að bæði að flytja og hlusta á tónlist þar. Já. Hvað komast margir, vitið þið það? Það hefur nú verið... Við getum alveg komið slatta, það er auðvitað að koma hérna eitthvað verið 100 manns. Það er engu vísa fráhaldið. Hvort að má hérna tala upp á þetta hvað margir... Nei, skulum bara ekkert... Það er á annað 100 manns haldið, sko, það hefur... Frábært. Fyrir þá sem ekki þekkja, Laugaborg, þetta er í Hrafnagilskverjunni hérna. Steinsnar suður frá Akureyri, 10 kilometrar eða svo. Það er eitthvað svoleiðis. Þetta er bara góður rúndur. Og þið bara hvetjið alla til að mæta og gleðjast með ykkur. Já, gera þetta. Hvor tónleikar farið svo í sumarfrí eftir það?
Já, í söngnum sko, en svo náttúrulega erum við með svona fastar hefð sem heitir nú slaufuhátíð, það er dálítið löng útskýring á því. Heitir það hvað? Slaufuhátíð. Slaufuhátíð? Já, þetta var þannig að við einu sinni þá vorum við með slaufur, datt okkur í huga að vera með slaufur og þær voru afskaplega leiðinlegar, línar og ómögulegar, það gekk illa að nota þær og einn ágætur félagi, Helgi á Þórstöðum, hann ákvað það að við skildum halda svona sumarhátíð og þá ætlum við að brenna slaufunum og bók einni leiðilegri sem við vorum að syngja upp úr og við fengum aðstöðu á Reykjum í Hnauskárdal og höfum verið eiginlega alltaf. Við slaufuhátíð þar? Slaufuhátíð, þetta heitir það. En fyrir ekkert að brenna neitt? Nei, það er einhver brent í dag. En það er Jónsmessuna sem við höfum verið að hittast þar. En hvaða uniformi eru þið í sem kór? Er það bara ykkar fötin? Nei, þetta er svona frekar klassískt. Það eru svartar buxur og svart vesti og hvít skyrta. Bara það sem maður á heima hjá sér? Nei, kannski ekki alveg sko. Svo er rautt bindi og það er alveg ákveðið rautt bindi. Það er það sem gerir. Ég datt nú huga því að Palli var að segja sko, brenna slaufur að við vorum að samræma bindin núna. Spurningi sumar, hvort þið brennið þá bara gamli bindin frekar. Það var alveg svo mikið að margar gerðir, margir svona misrautt og misbreytt og já, nú erum við búin að samræma þetta. Já, þetta verður örugglega. Versluðu þetta í Wales eða? Nei, við reyndar versluðum þetta nú hérna á heimabyggð. Já, gott. Þeir ágættu búið í OMJ. Já, gott mál. En það er núna einn slaufumeistari, bindismeistari fyrirgefðu, hann tekur á okkur bindin og leiður það búið að syngja þannig. Og safnar þeim saman? Já, þetta er bara eins og íþróttaliðið, það er bara taska fyrir bindin. Já, það er akkurat þannig, þannig að hann þurfti að vera með sér tösku í Wales fyrir bindin. Já, þetta er alvöru, þetta er professional. Heyrðu, kærar þakkir fyrir að koma og segja okkur frá þessum vortónleikum, 11. maí í Laugaborg, peningar við innganginn og bara... Þetta verður fjölbreytt og gott, margir einsöngvarar. Já. Hvetjum fólk til að mæta. Ekki spurning. Góða skemmt. Takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur.